Eitt af helstu manngerðu kennileitunum í Grímsey vitinn sem stendur á suðausturhorni eyjunnar. Í upphafi var honum stjórnað með gaslampa sem þurfti að kveikja og slökkva á með handafli, en nú til dags vitinn sjálfvirkur. Vitinn ekki opinn ferðamönnum en þrátt fyrir það þar gott útsýni yfir klettana og fuglana sem þar búa. Bjarni Magnússon vitavörður í eyjunni og gegnt þeirri stöðu í 50 ár. Það líklega óhætt að fullyrða að enginn þekki vitann og líf vitavarðarins í Grímsey betur en Bjarni sjálfur. Við leggjum á stað í söguferð vitann í Grímsey. Sko, vitinn byggður 37. Hann byggður 37? Já, 1937. Og þá hann bara steyptur upp, sko. Svo ekki gert meira það árið. Og 38 þá farið að ganga frá honum alveg gjörsamlega. Og það kveikt á honum þá haustið. Já. 38. Já. En svo það bara 1 ár. Þegar stríðið brýst út, þá slökkt á honum. Já. Já. Hvenær kveikt svo aftur? Bara eftir stríðin lýkur. Já. Sem sagt haustið, við setjum bara sumar haustið 45. Já. 1945. Gasilkin voru hérna, þetta var gas allt saman. Þau stóðu bara hérna gasilkin alveg röða þessi, þetta endist allt árið. Já. Stór hylki, þau voru alveg svona há, sko. Já. Alveg náðu fingur, sko. En svo náttúrulega kemur bara fótórsela, núna rafmagn kom, 63, sko. Það þetta smjögsanur ljósi. Já. Já, já. En vitavörður þarna fyrst, það var pabbi þinn? Já, það var pabbi. Já. Hann var sem til 69 þegar hann deyr. Og þá tekur þú við þessu? Þá tekur við þessu. Og búin að vera síðan? Já, já. Og ég get sagt þurfti meira, sko. Ég hef aldrei fengið neitt, ég hef múin að vera, sko, 20 ára ellilífeyrisþegi. Ég hef aldrei fengið neitt tryggingastofnuninni. Og ég var að rála þetta við þá. Þú skalt gera svo hægt að vera vitavörður, þá færðu eitthvað. Ég segi nei takk. Ég hef sko ekki hægt að því, það svo gaman að vera vitavörður. Og svona fer vélinn í gang og rafmagni fer. Það flott hljóðið. En þegar það koma upp það ekki? Og þá setjum ég ljósið á stað. Já, við verðum að kíkja það. Þú flýgur þarna upp? Já. Þetta maður svo vanur þessu, sko. Já. Var nú að gera þetta sem maður eiginlega mann eftir sér. Ég var 7 ára. Ég var 7 ára þegar hann var byggður. Sko, svo merkið hérna. Hvað merkið þetta? GR-Y. Það þýðir það. Það er hljóðið sem maður sendir. Þú heyrir hljóðið. Já, það er GR-Y. Fyrir Grímsey. Já. Sko. Það þarf mikið að halda þessu við? Já, það var hér til að byrja með. Svona eitthvað gall í þeim. Já. Þessum þegar hann kom. En þetta fyrir vitin sem bón, sko. Það var svolítið gall í þessu en nú þetta gengið mjög vel, sko. Já. Já, mjög vel. En hvar lærir þú til þess að mennta þig fyrir þetta starf? Nei, ég lærði á Akureyri, sko, vélstjórn. Já. Og rafvirkjun líka. Maður ágætt fyrir þessu. En þú annars bara búið hérna í einu? Já, já. Hvorki ég að konan, hún var ljósmóðir. Já. Við fundum engan betri stað. Nei. En hvað starfaðirðu við svona utan við þetta? Þú ekki bara verið í þessu? Nei, áður en ég fór, þá var ég einhver á sjó. Já. Sjómaður, sko. Og fór á vertíða eftir ég lærði í vélstjórna. Þá fór ég náttúrulega á vertíð. Já. Ná mér í pening á þeim byggði. Já. Það gekk vel. Já. En þú heldur betur upplifað tímana tvenna hérna í Grímsey. Þú fæðist hérna í Torfbæ. Já, já. Bjó í honum í 10 ár. Hvernig var það? Það var gott. Já. Já. Og meiri sé að það var allir málaðir inn. Já. Klæddi með timbrinn og málaðir allir. Já, já. Þið verið flott í Torfbæ? Já, já. Og það var sko náttúrulega eldhús og síðan var stofa, baðstofa og fram með baðstofunum var hérna ofn, kolofn
Já. sem var kyndur vel og það var alltaf hlýtt og fínt. Já. Það vantaði ekki. Þannig að það voru... Og það var gaman að því sko, í þá daga. Þá fóru þessi torfbæir í kaf. Já. Já, þessi bær þarna sko, hann var bara í kaf og þá var bara moku göng fram, svo var bara tekið rekaður og reftað yfir. Já, einmitt. Já. Þeir skaga nú ekki hátt upp úr, svona, nei. Það var sama. Já. Þetta var ekki svona. Já. Og þarna þá náttúrulega var svo hlýtt þegar snjórinn kom yfir allt. Þá var hlýtt, já. Þá var sko vel hlýtt. Það vantaði ekki. En það man ég aldrei eftir mér að það voru kalt þar sko. Nei. Aldrei eftir. En hvernig voru viðbrigðin að flytja úr Torfbæ í... Já, það var nokkuð gott vegna þess að það var miðstöð, Kólakinn miðstöð. Svo pabbi var svo góður að hann lagði í miðstöðunum svo að þeir lifði alla nóttina í henni. Já. Það var ægilega kunstir. Því hann bleikti í ösku og gerði alls konar kunstir til að fela eldinn og svo var þetta bara kólinn búinn morgun. En það var hít alla nóttina. Já. Þetta var alveg stórkostlegt hjá honum. Já. Strákar mínir, fyrir nokkrum árum komu franskir kvikmyndatökumenn hérna og þeir voru með sko svona stóra vél, kvikmyndatökuvél og þeir komu hérna upp með mér. Þeir fóru þarna upp? Já. Og myndu, það var rétt að þetta koma vélinn upp á gati. Þá voru nú ekki minni menn með okkar vél. Nei, það var ekki svona græjur eins og þið eru með. Nei, það var ekki svoleiðis. Sko, ljósið 20 sekúndur var hringinn. En 20 sekúndur? Já, það hringir á 20 sekúndur því að þetta misjafnt á hverju vita. Og skipaður geta séð það með því að líta klukkuna. Hvar ég? Já, ef hann sér vita, þá veit hann nákvæmlega hvað hann hvað ljósið hringja sjálft sko. Og við erum hérna staddir í 27 metra frá sjó. 27 metra? Já. Og hvernig var það ákveðið að þetta yrði 20 sekúndur að snúa? Já, þetta náttúrulega gert sér bara með einu rafmagnsmótor hérna sko. Já. Svo gírar, alls konar gírar eins sko. Já. Þessi mótor, hann búinn að vera allan tímann síðan 63. Sami mótorinn. Það kallar maður endingu? Já, það var ending. Svo þetta ljósið þannig að þegar skal ég segja að þessi perabílar, Já. Þá var mótor í gang og lyftir þessar upp. Já, hann nemur það. Það var mótorinn í gang og lyftir þessar hinga. Svo bílaði þeir bara hinga. En hvað það sem heldur gangandi í þessu starfi að vera vitavörður í, 50 ár? Já, fyrsta júní. 1. júní? 50 ára. Já. Það var svo gaman hans. Já. Hugsa eitthvað sko. Já. Hugsa bara eitthvað sko. Þannig að þetta alveg áhugamálið? Já. En hver tekur svo við keflinu? Það er nú það. Já. Það er nú bara það. Það ekki alltaf sama sagan þetta fer einhvern veginn. Já. Það er alltaf til næsti maður. Já. En þessi tæki, nú þetta upphaflegi mótorinn hérna sem að knýr þetta áfram. Já. Eru nýju græðurnar, þær ekki enda svona lengi? Sko, þetta náttúrulega ekki dálag á þessu. Nei. En það sama, mótorinn skulle ekki heyrast í legum einhverju öll þessi ár. Sami mótorinn síðan 63. Já. Þetta ekki þungt nú öðru. Þetta geysilega skemmtilegt. Þetta allt bókar. Já. Og svo skrúa hér út hérna, hýta með þessu og skrúa hér út hérna svona listi. Kemur einhvern tímann hérna bara til þess að horfa á útsýnið og njóta? Ég fór á meðan svona fyrir nokkrum árum, alltaf svona 3-4 vikum. Já. Það kemur fyrir, ég fer hingað daglega.
Já, það alltaf gaman að koma hingað. Sannarlega.